Velferðarráðuneytið skoðar nú hver sé ábyrgð innflytjenda og læknis sem notaði PIP brjóstafyllingar í aðgerðum á fjölda kvenna. Fyrirhugaðar skoðanir og eftirlit eru talin kosta ríkið 10 milljónir króna. Starfsmenn velferðarráðuneytisins, landlæknis og lyfjastofnunar fylgjast grannt með þróun mála varðandi frönsku brjóstafyllingarnar PIP. Hópur íslenskra kvenna undirbýr málsókn vegna slíkra sílikonpúða en í þeim reyndist vera iðnaðarsílikon eins og notað í raftæki í stað læknasílikons. Velferðarráðherra hyggst bregðast við þessu og mun kynna ráðstafanir ríkisins í byrjun næstu viku. En reiknað er með því að konurnar sem beri þessa púða fái sérstaka skoðun. Í kjölfar hennar verður konunum boðið upp á ráðgjöf. Leki púðarnir verða þeir síðan hugsanlega fjarlægðir á kostnað ríkisins en það ræðst endanlega þegar ráðstafanirnar verða kynntar. Ráðuneyti reiknar með að verja 8 til 10 milljónum króna í heildina vegna þessa á næstu vikum. Innan ráðuneytisins er nú skoðað hvort ríkið hafi hugsanlegan endurkröfurétt á læknin og innflytjanda púðana. Landlæknisembættið hefur óskað eftir upplýsingum frá öllum lýtalæknum á landinu aðgerðir af þessu tagi. En brýnt sé að átta sig á hversu mikið slíkar fyllingar að mati Geirs Gunnlaugssonar landlæknis. Hann segir að aðeins sé vitað að einn læknir hafi notað fyllingarnar en ekki sé útilokað að það hafi fleiri gert. Lýtalæknarnir fái nú vikufrest til að svara erindi landlæknis en mikill vilji er til þess að láta málið ganga hratt fyrir sig.